Já, hæ. Nú ætla ég að gera no contact lesningu við manneskjuna sem ekki í sambandi við, eða svona kannski nýhætt saman eða já, eitthvað búið út af, það eru því allan ekki í sambandi. Og við ætlum bara svona að sjá, þegar ég ætla að sjá svona hvað energy þarna á milli. Og þið fáið hérna þrennt að velja og sjá bara hvað kemur úr spilunum, sko. Ég ekki alveg búin að ákveða hvernig ég gera þetta, ég ætla bara svona go with flow eins og sagt sko. Og fyrsti bunki þessi hérna. Og númer 2 þessi hérna. Og númer 3 þessi hérna. Svo þið bara að velja. Þið megið náttúrulega velja fleiri en eitt. Bara hvernig sem það eða hlust á alla. Sjá hvað setur. Við ætlum að byrja þá hérna á númer 1. Og þetta einhvers konar refur, held ég. Svona mjög litinn. Og þegar ég horfa á þetta hérna, sko, þá hugsa ég, já, kannski þessi manneskja með gleraugu eða eitthvað samt við augsýnina eða svona blindfolded, eitthvað. Og ég var búin að draga líka hérna spil hérna undir og þið fáið hérna laufa ásinn. Og það sem ég finnst eins og með laufa ásinn, þá það sko eins og eitthvað sem nýtt. Og gæti verið kannski líka fyrir að hafi verið bara í einhverju stuttu sambandi eða og svona, þetta svona meira svona svo passion og þetta hefur kannski verið samband sem hefur verið svona ástríðufullt og svona og kannski verið svolítið kannski þið hafi ekki svona annarkvort þú eða manneskjan ekki séð hlutina alveg rétt í ljósi. Það eitthvað sambandið það að sjá ekki alveg nógu vel. Svona kannski hvað verður eða hvernig sem það Og þetta gæti verið einhver hérna sem fire sign, eðlismerki og það hrútur og búamaður. Þarf ekki endilega að vera þessi merki en það kemur alveg sterkt hérna í þessu bunka og þarf ekki endilega að vera. Það bara svona passionate, ástríðufullt samband sem þið hafa verið með og svona mikið svona chemistry á milli. Einhverju fundist það eða svona eitthvað svona þannig í gangi. Gæti verið að þessi manneskja kannski vilji svona nýja byrjun og það eitthvað svona samt það og það kannski eitthvað kannski sem að koma inn kannski eitthvað vill koma tilbaka kannski. Gæti verið. Og eitthvað meira. Manneskjuna sem ekki í sambandi við eða að hugsa til. Það nú bara eitt, þannig að koma þessu 2. Motivation containment. Þið fáið hérna the world.
containment. Já, það sem ég finnst kannski gæti verið að hafi verið í sambandi kannski með þessari manneskju, hluta kemur eins og svona Ten of Pentacles eitthvað svona og það getur verið svona veraldlegt líka sko. Og það getur verið kannski svona veraldlega séð og það getur verið svona peningalega séð getur verið að sé ástæða fyrir einhverju svona kannski að þeir sé ekki að tala saman kannski líka og það er eitthvað samt við að skoða heiminn kannski líka. Ég sé hérna það er svona landslutar getur verið líka bara einhvers staðar út í heim þá getur verið, það er eitthvað svona breytingar og það er svona, getur verið eitthvað svona breytingar í gangi og getur verið breytingar með heimili, getur verið með vinnu, getur verið eitthvað svoleiðis sko, sem það hefur haft áhrif og það kemur hérna 5 of Cups og það er svona eins og það getur verið þessi manneskja svona verður kannski svolítið svona í mental conflict bara svona með hvað að gera, hvert að fara og svona í sambandi eða eitthvað svoleiðis sko og það er eins og það hefur svolítið stoppað kannski. Setja silent. Já, kannski eitthvað það er eins og það er svona verið sett bara svona silent bara þegar ég var að setja silent sko. Það er alltaf mjög kannski engin samskipti kannski núna það er svona lítið verið að tala saman og það kemur the world aftur hérna og 2 of Swords já, þetta hefur verið bara svona eitthvað svona krossgötur, hvert að fara, hvað að gera og það er svona, það er eins og sé svona komið kannski svona endir á eitthvað það getur verið að þeir sé bara komin og þeir svona vilja fara eitthvað annað og fara að gera eitthvað annað eða eitthvað svoleiðis sko og það er bara svona eins og að þegar ég er að horfa 2 of Swords alltaf svona eins og með svona verið í krossgötum með eitthvað, veit ekki hvert að fara, hvað að gera og eitthvað svoleiðis sko ég ætla að fá hérna líka meira fyrir pile 1 það er hérna sterkt nautmið og stengið hérna líka það er Pentacles hérna svo er eiginlega bara svolítið öll stjörnumerkið hérna sko. The Hierophant já gæti verið þessi manneskja sem svolítið svona að hlusta á aðra og leita ráða hjá öðrum og eitthvað svoleiðis sko. Það gæti verið þessi manneskja sé með einhverja mannesku sem að lítur upp til eða eitthvað svoleiðis eða kannski lítur upp til þín kannski líka. Ég sé hérna ugla, kisa. Kannski þið svona ólík líka. Það getur verið að það sé svolítið hefur sett strik á reikningin. Já, og eins og mér finnst líka annar aðilinn er bara svolítið bara svona meira sjálfselskari. Það er svolítið, það er þessi munur. Þú gæti verið meira svona
að gefa og hinn manneskjan svolítið meira að taka. Strength. Já, ég held að þú hefur bara svolítið, þú veist, bara gefist upp kannski og svona ákvað að taka hvíld kannski líka. Og Knight of Cups. Og hérna sjáðu líka, já, vilja fara svona nýja leið. Nýjan stað, hérna kemur aftur heimurinn, sko. Og þetta getur líka verið táknað eitthvað samt við ferðalag líka. Það er eitthvað svona, þetta er svo, úst, kannski búið að vera eitthvað svona hringrás og það er núna svona, úst, komið svona endir og það er svona að vera svona að reyna að hlusta á innsæðið sitt og svona hvað skal gera. En það er einhver hérna sem er að horfa tilbaka. Og ég held að þessi manneskja kannski þorir kannski ekki alveg að taka ákvörðun og er bara svolítið svona bara, já, dreigir sig tilbaka. Ég ætla að fá eitthvað á þessu. Þetta eru svona kort sem ég var búin að skrifa fyrir löngu, eitthvað fyrir löngu. Ég ætla að fá nokkur hérna bara. Hérna bara. Það er mikið. Og sannleikurinn mun koma fljótlega. The truth will come soon. Eitthvað samdi við 50 dag. Og eitthvað samt við jólin. Gæti verið líka kannski eitthvað á afmæli við jólin. Kannski líka. Og miðvikudagur. Og já, trust in the divine timing. Það er bara svona. Og föstudagur. Já. Það er alveg svona heil vika. Eitthvað samt við margir dagar. Það fá þess meira. Já, krabbi, mánudagur. Tower not seeing the truth. Það er einhver hérna sem að er í svona tower moment. Og bara svona fókusa á mig sjálf. Það er svona það sem þú þarft að gera núna, er bara svolítið að fókusa sjálfa þér. Já, það er svolítið bara eiginlega svolítið svarið þarna að það er svolítið divine timing á þessu, sko. Ég gefa þessu smá tíma. Það er einhver hérna sem er svona ekki alveg, veit ekki hvaða leiðir á að taka. Og það geta verið mikið óeðleiki svona í kringum hjá okkur. Það er ekki verið sagður sannleikur og verið að fara kannski á bak við annað, sko. Og það gæti verið eitthvað sé líka að það er eitthvað svona breyting samt í vinnu og svona að gæti hafi haft áhrif líka. Skulum sjá hvað meira, komin 15 mínútur. Leikurinn megið þið búast við.
fúl. Fúl svolítið bara svona eins og svona nýbyrjun á okkur eða taka önnur skref, einhverjar breytingar svona. Við sjá hvað kemur meira með. Ég þarf alveg svo mikið að kaupa mér ný spil. Four of Pentacles, Queen of Swords, Nine of Cups og King of Swords. Það nú par eitthvað samt 9. Það mátti eiga svona búast við góðum fréttu, eitthvað samt 9 sem eftir að geta verið, já, það eitthvað svona góða fréttir. Og 9, það hvað núna 22. Gæti verið 9. nóvember eða eitthvað fleiri sko, eitthvað samt 9. Þið megið búast við að einhver kom inn sem annarkvort þessi manneskja að koma inn aftur og vilja gera einhverjar breytingar, eða þá það einhver ný manneskja sem kemur inn og það verður svona meira svona gefið játt. Það er svona með tilfinningar til hvers annars. Svona verður gefa játt. Já, hvað og hvað er hérna? Það heitar það verður no contact með manneskjum að hafa samband. Já, ég myndi segja það. 10 Pentacles. Ég myndi segja þess að manneskja mun hafa samband, en svo er bara spurning hvað þú gerir. Það er eins og einhver segir þetta hálfa leiðinu út sko, að opna og kannski hefur samband bara svona rétt á þig. Já, ég ætla að láta það duga fyrir bunga 1. Bye. Já, það var eitt líka. Ég ætla að nota hérna Attitude oracle-spilið mín sko. Sjá hvað bara fyrir ganni. Að setja endan á pile 1. Við fengum 2. Sko, money. Það er mikið að pile 1 eitthvað samt peninga. Það gæti verið að koma svona óvæntur glaðningur til ykkar sko. Þið fengur 2 10 Pentacles sem er bara svolítið eitthvað. Það kemur þetta make it rain og það rignir inn sko. Og drop the fucking ego. Og vulnerability is hot as fuck. Og það er í lagi að vera sensitive, að vera viðkvæm og eða kannski, ég held það sé frekar að þið þurfum kannski svolítið á opningur og vera svolítið opin fyrir því að tala hlutina. Ok, láta þetta duga. Bye fyrir pile 1. Hæ, þessum völdu bunga 2.
það var hérna þessi kanína. Kanína minnir mig svolítið á vorið líka. Það sem ég hugsaði líka hérna er sæns. Það voru tvíbrauð og vatnsberi. Svolítið kannski ríkjandi hérna. Það er ekki endilega að vera. Og þetta er eiginlega bara svolítið svona all signs sko, svolítið líka. Það eru öll stjörnumerki sko. Gæti verið eitthvað sem á afmæli vorið og það getur verið þá naut og naut, vatnsberi og fiskur. Gæti verið líka hrútur og tvíburi. Og þið fáið hérna Eight of Swords. Þessi manneskja er svolítið bara, er svolítið í haustum á sig, bara veit ekki hvað skal halda, hvað skal gera, er svolítið að kíkja, þeir náttúrulega ekkert að tala saman eða eitthvað, þeir hætt saman, er svolítið samt svona að reyna að sjá hvað nefið þig eða hann, eitthvað svoleiðis sko. Og það getur verið þessi manneskja sem svona báðum áttum hvort ég er koma tilbaka eða hvað skal gera, það getur verið eitthvað svoleiðis sko. Og mér finnst það verið að vera þannig eins og hvað sem manneskja hefur þig kannski líka. Og númer 8. Það er Ágúst, það er ljón náttúrulega líka. Kannski reyna að finna styrki og hugrekki, getur verið að tala, opna sig. Þá fá ég hérna fleira. Gæti verið sportdrykki líka þetta. Þá meira fyrir bunga 2, þessu völdu bunga 2, hvað eru meira mannskjær sem verið nóg kontakt við. Fengu hérna lovers. Það er tvíbræð. Það er eitthvað svona, sjáu þið hérna, það er svona eitthvað sem er svona bond á milli. Attraction, og það er eitthvað samt. Mér finnst eins og meira að sé karlmaður sem vilja koma tilbaka eða kemur með bara fréttir. Ég segi það því ég sé fuglinn hérna fyrir ofan. Gæti verið eitthvað svona twin flame, eins og ef þið hafa heyrt það, svona eins og twin flame samband. Og það twin flame er mjög challenging og já, getur bara að lesa ykkur það. Og það er ekkert alltaf sem að fólk sem er í twin flame, það er ekkert endilega alltaf endar ekkert saman, en það kemur fyrir að það getur komið í restina. Og twin flame journey er svolítið bara þannig að svolítið að læra. Sjá sjálf á sér svolítið. Þetta var að sjálfsást líka. Emperor, það er hrútur hérna. Og Star Wishes. Það er eitthvað svona eins og wishes, það er svona úrstíkja. Og þá þeir að manifesta eitthvað inn líka. Það er hérna Vaspirinn hérna, Aquarius.
boundaries. Já. Það gæti verið að þau þurftu að setja boundaries. Gæti verið að hafa verið út af þriðja aðila eða einhverju afskipti eða þá, já, ekki verið borið með nóg mikið virðing eða eitthvað. Það eitthvað svona samt boundaries. Það þurftu að setja svona, taka ákvörðun að fara fram á við og kannski slíta samskiptum út af einhverju. Gæti verið að ég sé þarna Queen of Wands oft eitthvað svona sem utakomandi, ég bara lesa þannig að þýðir ekkert akkurat þannig sko. Og það eins og, það hefur svolítið sett svona annað fólk verið að gefa öðru meira heldur en þér. Og ég reyna að hafa þetta svona kynlaust, skilurðu, þannig að ég að tala við annarkvort konu eða karl. Þið takið bara það sem að passa við hjá ykkur. En það eins og núna sé sambandsslit. Það getur verið eitthvað samt við 8, það getur verið 8 ár, 8 dagar, 8 mánuðir, 8 dagar, eitthvað samt við það. Þetta verður eitthvað líka í ljónsmerkinu. Það Queen of Wands hérna líka. Það getur náttúrulega verið hlutur ljónabóðamaður sko. Fáum þetta meira. Nine of Cups. Já, ég held að þið hafi svona loka á þennan kafla á milli ykkar. Það var orðið of erfitt og þið hafi viljað taka kannski bara svona ákvörðun fyrir ykkur sem væri góða fyrir ykkur. Ég sé hérna líka, það einhver manneskja hérna líka sem að sýna ykkur áhuga líka. Sjáðu hérna. Queen of Wands, nei, Queen of Wands, Knight of Wands og King of Swords. Já, ég myndi segja sko að þú hefur kannski verið að díla við manneskju sem að væri svolítið, mætti ekkert kannski segja, steðin svona mikið fyrir sjálfa sig, mikið bara hvað snýst fyrir sig, svolítið svona fastur kannski þarna, eða öfugt. Já, og svona player, það eitthvað svona player feelingur í þessa bunga og líka kann að minna með svolítið að það svona eitthvað rabbit hérna, eitthvað kanína hérna út allar hólur. Ég sé þetta þannig. Það svolítið sett strik á reikningin eitthvað. Það gæti verið að komast að einhverju óvart. Þetta eitthvað sem þau voru ekki séð eða eitthvað svona. Auðvitað komandi fólki. Það ekki endilega að vera framhjótt, það getur líka verið bara að vera að gefa öðrum athygli. Og sett svolítið strik á reikningin að það er sett boundaries eitthvað. Og ég held svolítið að þú sérst núna bara svolítið ekkert viss hvort að þú viljið þess að maður skjáttur eða hvað. Skulum fá okkar hérna meira. Fyrir bunga 2.
emperor. Það eru 2 emperor hérna, sko. Það er hrútuljón og bófamaður. Nei, það er eiginlega svolítið bara hrúturinn, sko. Og það getur verið líka að þið séu svolítið bara að koma með svona stjórn og þið viljið bara fá eitthvað sem að, þú veist, já, er eitthvað gefandi. Það er eins og, mér finnst bara, þið fengið svona, já, svona sérhlutin allt í niðurljósi og þú vilja koma úr þessu konflikti, að vera að rífast eitthvað fram og tilbaka og þetta er svona Five of Swords er svolítið með afbrýðisemi og svona, já, vilja hafa betur og gæti verið þessi manneskja séu svolítið þannig líka, sko. Það fyrir að vera alltaf eitthvað kaos og eitthvað annað komið fyrir og þetta er svona að vera trikkera og eitthvað svona, sko. Og kannski þetta fyrir að vilja gefa mikið til því. Það er einhver að koma hérna til ykkar sem að er eftir að sýna okkur hvort það er þessi manneskja sem er að koma til. Mér finnst þessi manneskja að vilja koma núna og gefa með eitthvað svona plan, það er verið að hugsa þetta og gefa þér eitthvað sem að þú vilt svona, eða hún heldur að þú viljir. Þetta getur tengst eitthvað sem til flutninga og eitthvað fleiri, sko, og getur eitthvað verið tengst líka bíli eða eitthvað þið fáið aftur lofur sérna. Það er krabbi og tvíburi og það er eitthvað svona clarity og eitthvað sem að ég vona á. En það er eins og að sé eitthvað stress, sko, og ég sé þetta, það er bæði lovers og two of cups sem er bara úr samband. Það getur verið að segja að vilja fara með þetta eitthvað meira kannski og það er bara, þessi bungi er bara svo mikið twin flame eitthvað dæmur, sko, og þetta er eitthvað svona stress yfir og kvíð og svona, ég get ekki sofið alveg yfir þessi eitthvað sem er búið að ganga á og yfir þessa nýja byrjun, sko, og hvað skal gera. En já, það er, og gæti verið King of Pentacles að koma inn, sko, Sugar Daddy. Nei, þetta er bara djók. Það er einhver hérna sem að vill allt fyrir þig gera. Hvort þessi manneskja, getur verið kona eða kall, skiptir ekki máli. Það er eitthvað svona guarantee að koma inn. Og þeir eru svolítið bara svona, svolítið í stress og kvíða yfir það sem er að koma. En það er bara svo gott að koma inn. Sagt það. Það fá okkur þessu. Ég bara svona. Tökum bara eitthvað hérna. Observe. Það er einhver að kíkja á þig og svona að velta fyrir sér. Observe er eitthvað svoleiðis. Svona pælingar. Learn to be happy by yourself. Þetta er kannski eitthvað sem að þau þurft að gera svona fyrir ykkur. Þau þurft annan aðalega til að gera eitthvað hamingjusama.
planning for the future. Það að vera eitthvað svona að spáða með framtíðina. They wanted you, but remember, they were wanted from other person. Það getur verið svolítið að þið hafi verið kannski í ykkur sambandi og sem hafi annarkvort þú eða þessi manneskja hafi verið svolítið særð, og það svolítið og svik og brettir og eitthvað svolítið sko, sem að hafa áhrif á sambandi sem að, og þú ert að vinna kannski úr, eða þessi manneski að vinna úr og kannski koma með það í eitthvað samband kannski. Enjoying the bliss. Það njóta moment, að njóta það eins og bara eitthvað þannig. Desire for love and happiness. Það eitthvað sem þið kreyfið, það þetta hérna. Að bara fá frið og vera einhver manneskja sem elskar ykkur og gefa ykkur og það sé hamingjusöm, og það þess að skipta mestu máli. Live in fear, you can change it so you can be happy. Já, að fara úr þessari hræðslu og kvíða sem að þið búið til sjálf og stefna og gera plan að stefna því að vera hamingjusöm. Þá kemur það. Og þetta hluti sem þú þurftir að gera, þú þurftir að fara áfram til þess að geta sé þessar hluti, eitthvað. It's coming to an end. Já, það getur verið að þetta sé alveg svona, við erum seinustu skrefin núna. Please give me another chance. Hvað vill koma aftur? Og þetta sambandi hefur verið svolítið lost og passive og deep physical or sexual attraction, desire. Það hefur verið svona mikið hopp og hí á okkur. Og svona. Það skal fá eitt hérna í lokin fyrir ykkur. Harry Potter, hann hérna. Harry Potter spil. Fáum eitt fyrir pæl 2. Óver að lesa. Fá eitt hérna. Þetta vildi koma svolítið Nine of Swords. Og þessi manneskja bara svolítið yfirþyrmandi. Ég held að þessi manneskja sé ekkert alveg að sofa sko. Nú ekki gott brosi á þessum hérna. Það finnst það svolítið svona, eitthvað svona fake it till you make it, svona dæmi sko. Ég ætla að fá eitt viðbót sko. Ég er ekki alveg, ég vil að fá spaða nýjuna. Tígulnýjan. Tígulnýjan getur verið eitthvað svona augun hérna. Ó næ. Þið aðeins að vera að opna augunum fyrir og sjá hlutina þessi betur ljósi. Svona hvað, þið eru svolítið svona að píra augun í það. Tígulnýjan líka bara svolítið svona, já. Svona að þeir eru svolítið að fókusa bara á akkurat núna á svona veraldlegæðin og koma upp á betri stað. Já, það svolítið ennþá smá svona grief og eftirsjá og svona horfa tilbaka á hvort sem það verður þið eða þessi manneskja. Svo ætla ég að nota hérna þetta heitir Rebel Deck, hérna, sjá svona, bara, þetta eiginlega svona meira svona í grínunu, sjá hvað kemur þetta er svona attitude, hvað attitude þurfum þið að hafa, kannski, fáum hérna 2,
Stop fucking whining. No one wants to listen to that shit. Complaining makes you weak. You have the strength to change your world, so do it. Já, þetta var smá skilabóð. Bara að hætta að vera föst í vælinu. Svo bara move on. So do it. Bara, þetta alveg þannig. Og kemur hennar, stop fucking force it. Getur ekki breytt einhverju sem vill ekki breytast eða vill ekki eitthvað. Og svo kemur hennar, allow this shit to come to you. Ef þetta á að ganga þá kemur það tilbaka. Og þetta eins og sem maður búin að heyra á netinu mikið, let them, láttu bara fara, slepptu tökunum á því að reyna að stjórna ykkur eða því að let them bara svolítið þannig ef þessi manneskja vill vera eitthvað starf annar staðar, hitt ykkur annar manneskju eða vill eitthvað annað, leyfðu þessi manneskja að gera það. Og ef þessi manneskja elskar þig, þá kemur hún tilbaka. Kannski þarf þetta bara smá tíma til þess að svona aðlegast og fókusa bara svolítið á sjálfa þig og svona hvað þú vilt úr lífinu. Og þetta svolítið svona þannig, ok. Þannig já, ég ætla að láta þetta duga fyrir bunka 2. Bye. Já, hæ. Þeir sem veldu bunka 3, þá ég hér. Þessi hérna. Og já, mér finnst eins og svona no contact í þessu þið hafi verið í einhverju langtíma sambandi kannski, þetta eitthvað svona var það eitthvað samt við það og eitthvað svona þá já, þetta svona eitthvað samti við það og naut með og stengi, þetta getur verið svona jarðamerki, earth signs og þetta eitthvað svona sem að getur eitthvað tengst peningum líka eitthvað fjölskyldu svona, já eitthvað svona það sem hafa verið svona garantí svona verið svolítið alveg samband til að segja og já, mér finnst eins og þessi bunka það er orðið svona endir, svona snögglur endir, eða svona, allt í einu bara, var þetta orðið búið og svona, það er eitthvað svona, eins og skellur, eins og heyrið áðan, þetta svona, kom inn bara allt í einu svona, þannig, þú sjá. Já, þetta var búið, þið hafi kannski verið í sambandi með þessar manneskju og það hefur verið svolítið reynt á ykkur svona andlega og líkamlega og þið finnst ykkur bara að vera eins og það sé bara svona hálf búin á því bara og já, ykkur samtið 4, getur verið 4 mánuði, 4 ár. Og já, gæti að hafa verið gift, búið saman, svona þessi bunki sem hefur verið svolítið svona, eitthvað svona lengra, eitthvað meira. Myndi ég segja. Gæti verið hérna líka krabbi eða hrútur. Það er hérna 4. eitthvað samt í apríl. Já, skulum fá okkar meira. Sjá hvað setur. Það meira verið bunka 3.
4. Eitthvað samt 4. Justice, Balance. Nei, sjá hérna. Kemur hérna Björn. Og svo Völdið er líka Björn. Kannski einhver að koma út vala. Björn er oft þannig sko. En það er eins og að standa föst á sínu kannski líka. Og það er bara svona eitthvað sem þetta er samskipti. Það hefur verið svona, já, eða kannski hefur ekki verið alveg hérna eitthvað samt það. Já, þið fengu hérna Nine of Pentacles, Gratitude, þakklæti, Clarity, Ace of Swords, Star, Wishes, það er Vaspirinn og 7 of Wands, Defense. Já, eins og staðan er núna, það er svona, þið bæði í vörn, defenses og eitthvað svona, en það er eins og, hlutirnir eru að fara að skýrast kannski núna betur út, svona, getur verið að, já, að þessi manneskja sé að fara að sjá hlutina betur og vilja svona fara að laga og bæta kannski núna, eða þá þið, og svona, það er eins og þið þurfa að svona, að vilja laga þetta, að hérna, þessi samskipti á milli ykkar. A new experience. Gæti verið að þið sé bara komin í eitthvað annað samband líka, sko, kannski. Og eru að díla kannski í eitthvað öðru svona, það er það sem að að stoppa kannski líka, svona difficulties. Það er svona Ace of Pentacles. Nei, ég ætla ekki að þetta er ekki. Þetta fyrir bunga 3. Og Justice það er vogin, já. Vogamarki hérna. Þetta verður neitt með að stengja hérna. Vaspiri. Við fá okkar meira hérna. Meira bunga 3. Já. Það eru einhverja erfiðleikar sem það er búin að vera í mikið núna. Þetta er eitthvað, kannski samband sem við bara búa að vera, bara súst og sætt bara alveg svolítið mikið í langa tíma. Þessan. Það getur verið ljón hérna. Eitthvað getur verið líka tengt sumrunu, getur verið þá í júlí, ágúst, eitthvað þarna atburðarás síðan þá. Nine of Swords. Og þetta er eins og, já, eitthvað atburðarás sem er komið fyrir að þið hafi svona lokið eitthvað kafla eða það er svona hægt að tala saman og það er bara svolítið svona ennþá, gæti verið að þessi mannski sé ennþá svolítið að díla við svona get ekki sofið eða svona ágjör og stressi í kringum með þetta. En það er svona eins og nýtt upphafi hjá ykkur eitthvað.
hérna King of Pentacle Root. Það er naut með steingeit. Og ég sé að þetta hefur verið utakomandi fólk sem hefur verið með afskipti, sem haft áreiðarsambandi og eitthvað fleiri sko, kannski fleiri. Það var eitt viðbótina, pæl 3. Og þeir fáið aftur star. Ég held þessi mannskja í svona vilji koma og laga hlutin og bæta og innsæðjas hennar að segja það að þurfi að gera eitthvað, koma með eitthvað, koma einhverju hugmyndir til þess að manifesta það sem einhver langar að gera. Og veit ekki það, þá þetta bara að þið eru að fara svolítið á nýjan stað kannski líka sko. Páka meira hvar koma næstunum verið pæl 3. Þetta nauti líka. Það þarf ekki endilega að vera þessi stjörnumerki sko. Og nauti þetta svona, þegar ég túlka nauti svona veraldlegt. Svona eitthvað svona garantí, eitthvað svona fast. En það er einhver hérna sem vill laga og hýla þetta non-contact. Það er hérna temperance sem já, getur verið kannski einhver búið manninum. Það er eitthvað sem vill laga og temperance er svolítið eitthvað svona hýlandi. Þetta er náttúrulega engill. Og 4 Cups er hérna eitthvað höfnun eða eitthvað búið með eitthvað. Það er eitthvað svona þannig afturfáðu defense. Það er einhver annar aðali sem einhverju svona vörn eða eitthvað. Og það er sterkur krabbi hérna. Næna svartsáttur. Já, ég myndi segja að sko það er ykkur hérna sem vill koma inn og laga eitthvað en það er svo það hefur verið búið að gera og svolítið og mikið og eitthvað svona særindi sem það hefur svolítið sett þannig að þetta er svona í efa þér finnst eins og þú þurfa að passa þig og hvort þú getur treyst þessar mannesku eða eitthvað svoleiðis sko. Það er hérna eins og ég sé hérna samband og einhver að koma inn sko, það getur verið einhver í fiskamarkinu. Finnst mér. Eða sportdrykk eða kaffi. En það er einhver að koma inn með vill gefa samband og eitthvað garantí en það er eins og að sé
eitthvað sem þarf að laga samt að við svona, svona ranghugmyndir og svona, veit ekki hvað, já, eitthvað svona illusion, hvað heitir þetta, að vera að sjá hlutin alveg þannig og eitthvað svoleiðis gangi. Ég held að sko, þú sett kannski búin að stað að þú vilt eitthvað annað. Þú ert ekki alveg tilbúin að kannski fara aftur í eitthvað sem að gaf þig bara særindi og var svona að vera að djögla þig og svona fram og tilbaka og svona gefa mig skilaboð og kannski verið að segja eitthvað sem að meika ekki sens eða kannski ekki sagt neitt. Og verið að gefa falska vonir. Þegar ég sé hérna það eins og að þú ert að fara á nýja stað, það eitthvað nýtt að koma inn, frá New Experience, það er svona fleiri en ein manneskja sem að fara að sýna þér áhuga og það eins og þú þurfir bara svona að opna fyrir því. Þetta bara kemur sterkt hérna og moving forward. Gæti verið náttúrulega verið einhverju samt flutninga eða líka eitthvað fleiri sko. Kannski þið að standa í einhverju fleiri sko. Eða búin að vera því. Það svona, þið eru bara farin að láta bolta rúlla bara áfram sko. Í eitthvað. Já, ég ætla að fá eitt hérna. Já, dóttir mín gaf mér þetta hérna frá Egyptalandi, kaffibolli, þetta er kaffibolli minn og svona píramidi, alveg geggjað. Þið fáið smá orku hérna núna frá Egyptalandi, beint frá píramídunum, ég sé það. Já. Þið eru að fara, það ykkur hérna komin inn til eitthvað við bjóðar í kaffi. En við skulum fá eitt hérna. Já, ég var eftir að gera þetta hérna. Það svona eitthvað. Erfitt að tjúfra mikið. Erfitt að velja úr þessu. Ég fái bara mikið þetta í lokafunkanum. Það er vaskri. Not happy, something missing. Það getur verið eitthvað vaskri. Finnst þér svo að vant eitthvað eða þá að vill laga eitthvað sem að hefur vantað í sambandinu eða eitthvað svoleiðis sko, eða vantað eitthvað svoleiðis og be completely honest with each other og svona, það er eins og þurfa að vera svona heiðarleg bæði tvö báðir aðilar. You know I'm sensitive, það er eitthvað svona sem triggerar honesty, mikið svona, ég hef vantað kannski honesty og heiðarleika í sambandinu og hann veit það. Svo er hérna Capricorn, steingetinn. I love watching you sleep. Þessi manneskja hefur elskað þér rosa mikið og á greinilega svona minningar og svo þið hafið búið saman greinilega. Svo kemur hann með gold ykkur, hann proud of it. Það er eitthvað samt við peningar hérna í þessu bunga. Júlí, ágúst.
Needy Money. Eitthvað sem hafa mikið vöntur á peninga. Gráðugur. Sunnudagur. Soulmate. Kannski hefur þetta verið soulmate samband. You might be suffering from a negative mindset right now. Getur verið að það sé að þú sért svolítið að díla við að vera langt niðri og svona þetta svona, já. En það er eitthvað sem að getur haft mikið áhrif á umhverfið hjá þér ef að þú dregur þig sjálf niður. Ég horfa bara í þetta neikvæða. En já, það þarf að breyta, þó þess ekki auðvelt, það þarf að breyta hugsunum og ekki festast í neikvæðu atburðarásum, neikvæðu sem var áður, neikvæðu eitthvað sem að þú heldur þig, neikvæðu hvernig þú tala við þig, neikvæðu hvað er framundan, að hætta að spá í þessu, ekki festast í þessu neikvæðu, þessu dark, þessu myrkra, vera fast í myrkrinu. Við getum að sinna dóttirunum niður og það er bara svona passa sig að festast ekki þarna í þunglyndi. Það er við sem stjórnum, við erum hérna að karakterinir í okkar lífi. En já, fá 1 fyrir pæl 3. En ég get sagt ykkur það hérna núna að það er svona eins og búin að vera eitthvað svona eins og þið hafi legið í dvala, kannski þunglyndi, stress og kvíða og eitthvað, sjá framundan. En það er nýtt að koma inn. Það er bara eins og í október kannski. Það er núna í október. Er þið eftir að sjá eitthvað sem að, hjálpar ykkur. Er að koma nýtt inn. Þetta er nýtt samband, sko. Eða þá þessi manneskja hefur samband. Seven of Wands aftur. Það getur verið að sé ennþá svona eitthvað að vil ekki taka ákvörðun og vil ekki breyta einhverju. Gæti varðandi einhverju svona svikum. 7. Við fengum hérna Seven of Swords og það er eitthvað ekki verið, já, þetta honesty, engin heiðarleiki og það er bara verið svolítið þannig. 8 of Wands og það er eitthvað líka 8. Við vorum með 8 hérna líka, 8 of Wands. Hraða breytinga framundan. Það er eitthvað ást, ný ást. 2 ásar. Það er nýbyrjun, bara nýbyrjun öllu hérna. En það er alltaf þið sem takja ákvörðun hvað verður. Þetta er eiginlega svolítið, í þessu bunga er þetta svolítið bara hvað þið viljið. Hvort þið viljið þessa manneskju innáttur. Það er bara eiginlega svolítið veldur að því að þið takið símtalið eða þið takið skarið, þið takið, þetta er veldur svolítið að því. En ég ætla að fá úr þessu hérna, það er Rebel deck. Þetta er Oracle spil og þetta er hérna svona Rebel, þetta er eitthvað svona meira til gamans. Það getur verið skilaboð hérna fyrir pæl 3. Fyrir pæl 3.
þið fáið hérna stop texting, stop stalking, stop checking on that person, just fucking stop. Já, ásakar að háa frá mér. En já, þið er bara hægt að vera obsessed við það sem var áður. Spend your time on someone worth it, don't waste it on ridiculousness. Já, ekki eyða tíman í eitthvað sem meikar ekki sens. Og money rain, eitthvað kemur inn. Peningar. It's dark and you can't see a fucking thing. Það mjög dimmt, þú sér ekki fram úr ykkur, sko. Einu sem þetta gera að taka hausinn úr raskatunum þér. Get your head out of your ass. Pronto. Kabús. Já, stundum verður maður að gera það. Við erum stundum að stundum först þannig. Hérna, já, ég ætla að láta það duga fyrir ykkur bunka 3. Bara vonandi að eitthvað, sagt eitthvað, hjálpa ykkur eitthvað eða hvernig sem það er. Þetta er allt til skemmtunar og þetta er allt ykkar að svona taka til ykkar sem að passa við ykkur. Þetta er fyrir marga og þetta er ekkert endilega eitthvað út að, skilur, þetta er ekkert endilega svona. En þetta er energy sem ég fann hjá okkur, bunki 3. Og þið getið alltaf breytt ykkur. Bye!